Nú ætlum við að skoða hvernig við getum fundið staðalfrávik út frá gögnunum sjálfum. Staðalfrávik, merkjum það hérna inn. Staðalfrávikið er stærðin sem við fáum ef við tökum fjarlægðina sem hver einasta mæling er frá meðaltalinu. Við tekum þessa fjarlægð, við setjum hann í annarveldi, við leggjum þær útkomur allar saman og deilum með tölunni n-1, örlítið lægra heldur en einu lægra heldur en fjöldi mælinga og tók sér ferningsrót af útkomunni. Þetta er svolítið svona snúin útreiningur, en ef við höfum gögnin sjálf þá er þetta mun einfaldara, þá getum við notað innbyggða skipun og þá setjum við hérna jafnt og ST DEVAF og þá sjáum við að við höfum hérna fjöldamarga valkosti og við þurfum að meta alltaf svolítið hvað við ætlum að velja. Ef við erum með stdevaf.p það þýðir að við erum að taka staðalfrávikið af heilu þýði, þannig að við erum með allar mögulegar mælingar þarna inni. Ef við tökum stdevaf.s þá erum við að taka staðalfrávik úrtaks. Þannig að það er búið að velja eitthvað hluta úr þýðinu og mælingarnar endurspegla þann hluta. Þannig að það er mun algengar að við erum að nota stdevaf.s, þannig að við skulum nota það bara núna. Og þá veljum við hérna alla töfluna eins og við erum búin að vera að gera. Smellum á fyrsta reitin, höldum niður í Ctrl+Shift og ýtum hann niður. Og lokum síðan í sveganum og ýtum á Enter. Fáum hérna 3,07, sem er örlítið stærra heldur en meðalfrávikið. En það gildir það sama staðalfrávikið eins og meðalfrávikið að það má aldrei nota þessa skipun stdevaf.s á tíðnitöflu. Það gefur ekki rétta niðurstöðu. Þannig að við verðum að nota aðrar aðferðir ef það eina sem við höfum í höndunum er tíðnitöfla. Verður að má aðeins nota þessa skipun á gögnin sjálf, gagnatöfluna sjálfa.